Góðan daginn. Nú er þetta hátt púlt eitthvað. Ég heiti Steinunn, ég prófessor í sálfræði og við Sigurður Magnús sem prófessor í verkfræði leiddum þessa vinnu, stefnumótunarvinnu sem búin að vera í gangi frá því síðasta haust og nú eins og þið kannski vitið hefur stefnan verið samþykkt bæði af Háskólaþingi og Háskólaráði í mars og hefur nú verið gefin út og ég ætla að fara tiltölulega hratt yfir sögu því hafið hana vonandi öll undir höndum og þannig að ég ætla frekar að reyna að hafa meiri tíma fyrir fyrirspurnir þannig að við getum rætt þetta aðeins í framhaldinu. En svona til viðbótar við að fara tiltölulega hratt yfir innihaldið ætla ég líka aðeins að tala svona samhengið sem þessi stefna sett í. Það að segja af hverju voru þessar áherslur valdar, úr hvaða svona bakgrunni spruttu þær og hvað það sem við erum að reyna að ná fram með þessum áherslum. Fyrst rétt að taka fram að eins og Jón Atli nefndi, þá var 5 manna stýrihópur sem að stýrði vinnunni, en það var líka 25 manna stefnumótunarhópur sem við hittum reglulega og þar voru bæði stúdentar og starfsfólk úr akademíu og stjórnsýslu og aðrir aðilar bæði innan og utan háskólans og eins og Jón Atli nefndi líka, þá var lögð mikil áhersla á samráð, það voru netkannanir og það voru opnir fundir, háskólaþing tók þetta tvisvar fyrir og svo framvegis og mjög stór hluti stefnunar byggir á því feedbacki eða þeim ábendingum sem við fengum frá háskólasamfélaginu. Þannig að það var alltaf mjög áberandi hluti af stefnumótunarvinnunni að þetta væri gert í sem mestri samvinnu og sátt við háskólasamfélagi bæði stúdenta og starfsfólk. Eins og við sjáum í upphafi stefnunar, þá eru fyrst talin upp þessi 3 gildi Háskóla Íslands. Og þau eru akademískt frelsi, jafnrétti og fagmennska. En það sem ég langaði mitt að benda ykkur á, eins og ég til dæmis við þessi gildi, til að gefa ykkur aðeins svona meira kontekst fyrir það sem vorum að gera, að þessi gildi eru, eins og við sjáum, þau eru ekki ólík þeim gildum sem voru áður. En það gerum ekki ráð fyrir að gildi háskólans breytist á nokkru ára fresti þá komin ný stefna. Þannig að þetta endurspeglar vel þau gildi sem voru áður, en þau eru náttúrulega færri. Við lögðum áherslu á að þau væru fá, þannig að þau virkilega nýttust samfélaginu, háskólasamfélaginu í starfi. Að þetta sé eitthvað sem að virkilega einkenni það sem við gerum. Og þess vegna líka eru þau sprottin úr þessum könnunum sem við gerðum, að þau koma frá háskólasamfélaginu sjálfu. Og það var gaman að sjá að það var mjög mikill samhljómur meðal þeirra gilda sem voru nefnd. Þetta voru alveg opna spurningar til dæmis í fyrri gáttinni sem við höfum, netgáttinni og það var mjög mikill samhljómur meðal starfsfólks hvort sem að það var í akademíu, stjórnsýslu og svo stúdenta. Þannig að þetta virtist ríkja samhugur þessi gildi en mig langar líka að nefna að því ég er að reyna að fara aðeins bara dýpra en það sem stendur í stefnunni að það var mikil umræða fyrsta gildið, akademískt frelsi. Þannig að það voru, held ég að segi rétt frá að það var mjög mikil, það voru allir sammála því að háskólinn getur ekki starfað eða uppfyllt þau markmið sem hann hefur sett sér nema að hafa akademískt frelsi. Fólk verður að hafa frelsi til þess að rannsaka og kenna samkvæmt eigin faglegu áherslum og það má ekki beita því neinum þrýstingi. Þannig að allir voru sammála mikilvægi þess, en síðan var svolítið ólíkt hvað fólk sá, hvernig þetta birtast í störfum fólks og ég held að þetta væri umræða sem væri hollt fyrir háskólasamfélagið að taka, hvað er akademískt frelsi og hvaða máli skiptir það fyrir hvern og einn. Þetta er ekki einkamál einstakra kennara. Þannig að sú umræða var skemmtileg en þarf að halda áfram. Aðeins áður en ég tala áherslurnar í stefnunni og það sem við erum að leggja til í stefnunni, þá er rétt að tala fjármögnunina eins og Jón Atli nefnir einmitt í ávarpi fremst í stefnuplagginu. Við sjáum fram á vonandi aukin framlög, það stjórnvöld stefnað auknum framlögum, það kom fram náttúrulega í aldarafmælissjóð og síðan í stefnu Vísinda- og tækniráðs sem að gildir fyrir allt háskólastigið. Það hefur ekki náttúrulega gengið eftir eins og við höfum vonað, en við vonum að það verði áfram unnið í þá átt sem stefnt er að. Á sama tíma þá eru stefnt að auknum sértekjum með þessari stefnu og þá það náttúrulega aðalega sókn í sjóði, samkeppnissjóði
af því að það áhersla á að styrkja rannsakendur, bæði að styrkja rannsóknarinnviði og stuðning við rannsakendur sem að við gerum ráð fyrir að skili sér í auknum sértækjum. En því að það ljóst, þessi stefna hún náttúrulega unnin við þau skilyrði að við vitum að fjárhagurinn þröngur, við erum búin að búa við niðurskurð töluvert lengi og mikið af aðgerðunum kalla ekki á mikil útgjöld, það svona innra starf sem hægt að breyta, en margar kalla á töluverð útgjöld. Þannig að það alveg ljóst að ef það verður ekki af því að það verði aukinn stuðningur, þá munum við ekki geta fylgt öllum markmiðunum eftir, og vonandi sem flestum og náttúrulega helst öllum. Og en eitt atriði áður en ég fer í innihaldið, það þetta umhverfi sem við erum í þegar stefnan sett og samin. Háskólinn hefur, eins og allir vita, mjög fjölbreytt hlutverk í íslensku samfélagi. Þetta stærsta vísindastofnun landsins og háskólinn hefur náttúrulega verið að skapa sér sess sem alþjóðlegur rannsóknarháskóli á síðustu árum, en á sama tíma erum við með menntun á mjög breiðu sviði. Við menntum fólk á öllum fagsviðum og við menntum fagfólk fyrir fjöldamargar hliðar atvinnulífsins. Við menntum náttúrulega nemendur líka til þess að vera bara þátttakendur í samfélaginu og það mjög rík krafa eða mikið ákall að skólinn rækti hlutverk sitt við Íslands samfélag. Þannig að það rík krafa samfélagslega ábyrgð. Þannig að við erum að uppfylla mörg skilyrði á sama tíma sem metnaðarfullt og skemmtilegt. Á sama tíma hafa orðið miklu breytingar á starfsemi skólans og það kannski hluti af því sem skýrir áherslurnar sem við leggjum fram í stefnunni. Þannig að þrátt fyrir þennan niðurskurð sem háskólinn hefur búið við, þá hefur verið mikil sókn, bæði í rannsóknunum en líka í fjölgun nemenda. Og við erum eiginlega komin að þeim punkti að við getum ekki haldið áfram að sækja nema með betri stuðningi og bæði við kennslu og rannsóknir. Á sama tíma hefur þessi alþjóðavæðing sem hefur fylgt meðal annars þessari auknu rannsóknar áherslu verið mjög jákvæð því hún kallar á aukin gæði. Við til dæmis tökum þátt í alþjóðlegum gæðaúttektum. Rannsóknir meira og minna allar gerðar í alþjóðlegu samhengi, námið að vera alþjóðlegra. Þetta hefur allt ýtt undir gæði. En það kallar líka á auknar kröfur á starfsfólk, bæði rannsakendur og kennara og ekki síst stjórnsýslu sem það alltaf farið fram á sérhæfðari þekkingu og þjónustu til þess að styðja við starf sem getur staðist alþjóðlega gæðakröfur. Og síðan í lokin, þá erum við, og við finnum þetta mjög sterkt í stefnumótunarvinnunni, þá ákall að kennslan sé í sífelldri þróun. Það að segja ekki bara kennsluhættir, heldur að nemendur við sem alltaf í dýnamísku sambandi við starfsvettvang og við samfélagið til þess að búa nemendur undir það sem býður þegar þeir koma hérna frá okkur. Þannig að þetta myndin sem við vorum með þegar við byrjum að setja stefnuna. Og eftir margra mánaða yfirlegu þá var þetta áherslurnar sem stefnan leggur fyrst og fremst. Það að segja þetta eru lykiláherslur sem við sjáum fram á að eiga einkenna starf og stefnu skólans á stefnutímabilinu sem 5 ár. Og það í fyrsta lagi framsækin sýn á nám og kennslu sem býr nemendur undir þáttöku í atvinnu og þjóðlífi, sterkir rannsóknarinnviðir sem styðja við þekkingarsköpun og alþjóðlegt samstarf, starf háskólans hafi víðtæk áhrif og takist á við áskoranir samtímans, að þetta sé góður vinnustaður og gæðamenning og skilvirk upplýsingatækni sé notuð. Síðan eru þessar áherslur, þær eru útfærðar á formi markmiða og aðgerða. Þannig að við setjum hérna fram markmið sem aftur eru aðgerðbundin í aðgerðum, en öll markmið og aðgerðir eiga að styðja við þessar áherslur. Þetta náði fram að ganga á næstu árum. Og aðeins til þess að útskýra uppbygginguna á stefnunni, að þá birtist hérna efst sýnin sem við höfum, háskóli í fremstu röð, það að segja við höldum áfram að sækja fram sem sterkur rannsóknarháskóli og öflug menntastofnun og eins og Jón Atli hefur oft talað sem ég finnst virkilega vel orðað að við gerum góðan háskóla enn betri og þannig að þær aðgerðir og markmið sem við setjum fram tengjast þessum viðfangsefnum skólans, það að segja rannsóknunum, nám og kennslu
og þessari þáttöku sem við höfum með atvinnulífi og samfélagi, en síðan einnig á mannauðnum sem að sjálfsögðu allt annað starf byggir á. Og það töluvert mikil áhersla, vonandi hún ljós þegar lesi stefnuna, á það að hlúa að mannauði. Sérstaklega núna þegar að við vitum að það hefur verið mikið álag, það verið sýnt fram á að það að há okkur hvað mikið álag á starfsfólki og á sama tíma hafa kröfur aukist eins og ég var að lýsa. Ég ætla að fara frekar hratt yfir sögu yfir, þetta eru sem sagt 4 kaflar eða töflur eins og þið sjáið, það sem eru settar fram markmið og aðgerðir sem viðkoma þessum 4 hlutum starfseminnar. Það í fyrsta lagi nám og kennsla og eins og ég ætla bara rétt að benda ykkur á, þetta sem sagt markmiðin úr þessum vinstri dálkurinn úr þessari opnu sem síðan lýst betur í aðgerðum. En ef við bara aðeins skoðum hver eru svona megin skilaboðin varðandi áherslur í nám og kennslu, þá sennilega fyrsti liðurinn, hann mjög viðamikill, að gæði náms og kennslu fáið auki vægi og stuðning í starfi skólans. Það að við setjum okkur framsækna kennslustefnu og samhæfum vel alla þá mismunandi aðila sem hafa með gæði kennslu að gera. Annað stórt atriði að lækka hlutfall nemenda og kennara. Þetta mjög kostnaðarsamt reyndar en það verður sett í forgang að lækka þetta hlutfall. Það nauðsynlegt til þess að auka gæði kennslu og til þess að minnka álag á starfsfólk. Og síðan tiltökum við aðgerðir sem beinast að hverju námsstigi, það að segja grunnnámi, meistarastigi og doktorsnámi. Og eins og sjáið ef þið lesið aðgerðirnar þá gæði náms alltaf í öndvegi. Og síðan þessi alþjóðlegi vinkill sem tiltekinn sérstaklega. Þannig að þessu síðan lýst eins og sjáið í mjög nákvæmum aðgerðum. Við höfum meira að segja unnið þær ennþá nákvæmar og nú unnið að því að tilgreina bæði mælikvarða og ábyrgðaraðila fyrir hverja einustu aðgerð. Þannig að þetta eiginlega, nú erum við komin með uppkast af því sem á að gera og næsta skref að búa til plan hvernig þessu verður best hrint í framkvæmd. Varðandi rannsóknirnar, þá þar efst á blaði rannsóknarinnviðir. Við höfum ekki verið með stefnu eða fjárfestingaráætlun rannsóknarinnviði og fólk farið að gera mjög kostnaðarsamar rannsóknir sem kalla á góða innviði og það á við rannsóknir á öllum fræðasviðum. Og við þurfum líka að passa við sem að fjárfesta í innviðum þannig að þeir nýti sem best, við tryggjum rekstur þeirra og svo framvegis. Þannig að það stórt praktískt atriði sem við verðum að fara að sinna. Síðan það annað atriði sem líka mjög stórt og viðamikið, það þetta mat á gæðum rannsókna. Við vitum að matið sem við höfum að mörgu leyti ágætt, við vitum líka að það að mörgu leyti gallað og við vitum líka að það veldur töluverðum ágreiningi innan háskólasamfélagsins. Þannig að þetta mál sem við verðum að halda áfram að þróa. Síðan stutt við eflingu rannsókna með því að hugað nýliðun, alþjóðlegu samstarfi og að byggja nýsköpun betur inn í bæði nám og rannsóknir. Síðan þessi stuðningur sem við leggjum líka mikið áherslu á bæði varðandi kennslu og rannsóknir, að við aukum stuðning til dæmis við rannsakendur, sérstaklega í kringum stjórn stórra verkefna. Og það svolítið óþægilegt að þurfa að taka svona í sundur kennslu og rannsóknir og fjalla með 2 köflum því að þetta svo nátengt. Þannig að það líka lögð áherslu á að við gleymum ekki að við þurfum alltaf að samþætta þessar 2 hliðar starfseminnar. Þarna sjáum við aðgerðirnar, sem ég segi, ég ætla nú ekki að fara að lesa þær allar upp, en þetta að gera að þið hafi spurningar og þegar að hafa þetta prentað hjá ykkur, þannig að í lokin getum við rætt nánar ef eitthvað óljóst hér. Þriðji hlutinn þáttöku í atvinnu og þjóðlífi. Við vildum að það væri alveg ljóst í þessari stefnu að háskólinn í mjög aktífu samstarfi. Það stundum litið á þáttöku sem svona bara einhverja einhliða þjónustu sem við veitum samfélaginu. Við vildum að það væri alveg ljóst að þetta alvöru aktíft dýnamískt samstarf og þarna eru tilgreindar leiðir til þess að tryggja að það sé samstarf bæði milli rannsakenda og í námi og bæði þjóðlífs, atvinnulífs og stofnana.
Vísindamiðlun hefur aukist á síðustu 5–10 árum við háskólann og við höldum áfram á þeirri braut að nota margvíslega vísindamiðlun til þess að stuðla að vísindalegri hugsun og þekkingu á vísindum. Síðan það þessi kannski hefðbundnasta leið til að líta á samfélagslega ábyrgð sem þriðji hlutinn. Það að segja að nota fjölbreyttar aðferðir til þess að starf skólans nýtist við uppbyggingu samfélagsins. Og þetta engin lítill punktur, það auðvelt að segja þetta, það erfitt að standa við það. Það rík krafa á háskólan að þetta sé gert, en hvernig það verður best gert ekki alveg augljóst. En þetta bara einfalt, samfélagið hefur ekki efni á öðru en að nýta þá þekkingu sem til í háskólanum til þess að stuðla framþróun samfélagsins. Og þetta finna háskólanum allan heim. Það gerð ríkari og ríkari krafa á að þeir sé að nýta sína þekkingu til þess að stuðla framþróun samfélagsins og lausn alls konar erfiðara verkefna. Þannig að þetta eins og ég sagði, þetta ekki sér viðfangsefni okkar og þetta á eftir að útfæra sumuleyti, en algjörlega komið hátt á blað hjá okkur. Og svo að lokum varðandi þessa þátttöku í þjóðlífi og atvinnulífi, þá lögð áhersla á samstarf við fyrri skólastig. Og þarna sjáið þið, þarna markmiðin sem ég var að telja upp eins og í hinum töflunum og hvert og eitt útfært í 1 til 5 aðgerðum. Og svo það síðasti hlutinn sem mannauðurinn. Og eins og við sögðum, það var strax frá upphafi ljóst að það yrði lögð áhersla á að hlúa að mannauðnum sem býr bæði stúdentum og starfsfólki. Við sjáum það að við tókum til dæmis töluvert mið af starfsmannakönnunum sem hafa verið gerðar árlega, nei ekki árlega, árlega, nýlega, og öðrum gögnum sem við höfum bæði líðan og aðstæður og annað starfsfólks og það gegnum gangandi kannski í þessum kafla að við búum til vinnustað sem virkilega hlúir að þessum mannauði. Þannig að við vitum að háskólar eru þekktir fyrir að vera ekkert sérstaklega fjölskylduvænt umhverfi og stundum stæra sig að því. Við vorum kannski ekki á því að það væri kannski sérstaklega heppilegt og við ættum að vinna að því að láta fólki ganga vel að samræma fjölskylduábyrgð og starf sitt. Einnig á hvetjandi, jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi þar sem virkilega hugað að líkamlegri og andlegri líðan og við séum að styðja sem best við fólki okkar. Við gerum líka töluverða úttekt á háskólasvæðinu. Það að sumuleyti svolítið erfitt. Það stuðlar ekki beint að miklum samskiptum og það erfitt til dæmis við erum með engar formlega tengingar við campus menntavísindasviðs og síðan bara þarf að huga betur að flæði á milli bygginga og að fólk hafi sem fjölbreyttast tök á því að vera í samskiptum og samstarfi. Síðan það að lokum varðandi mannauðinn, þá lögð áhersla á jafnrétti og fjölbreytileika innan háskólasamfélagsins og þetta fannst okkur líka mikilvægur punktur. Háskólinn hefur nýlega til dæmis verið með fyrirlestarröðum fjölmenningu og virkilega látið sig varða að koma þekkingu varðandi jafnrétti og fjölbreytileika til skila, en við viljum líka horfa inn á við. Þannig að við viljum vera ábyrgir samfélagsþátttakendur bara sjálf og vera gagnrýnin á okkur sjálf hvort við erum að styðja við þá þekkingu sem við vitum hvernig á að nota annars þar. Við séum sjálf að nýta okkur það. Þannig að það töluverð áhersla lögð á jafnrétti og fjölbreytileika. Og að lokum, þessi punktur síðasti sem gæði stjórnunar og gæðaferla og nýtingu upplýsingatækni, hann í raun og veru getur átt við hina kaflana líka, hann snertir inn á rannsóknir og kennslu sérstaklega, en það þessi síðasta áhersla af 5 sem við lögðum, það að segja að tileinka okkur gæðamenningu alltaf meira og meira og það það sem þið eru kannski ekki síst fara að ræða hér í dag. Við vitum að mikið af kerfum, bæði tölvukerfum en líka ferlum voru búin til án þess að tala almennilega saman. Við þurfum þetta að valda bæði akademísku starfsfólki og stjórnsýslu vandræðum og við þurfum að fara yfir þessa ferla og horfa á þá meira sem heild. Og þessi eins og önnur markmið eru síðan útfærð nánar í þessum aðgerðum sem við förum núna í að reyna að hrinda í framkvæmd eins og Jón Atli nefndi líka. Stefnumótunin hefur verið í gangi mestan hluta þessar annar og síðustu. Við höfum verið að gera kostnaðargreiningu samhliða henni. Nú verður farið að finna ábyrgðaraðila fyrir hverja einustu aðgerð
og fyrir stefnunni í heild og síðan hefjast aðgerðir í haust á vettvangi fræðasviða, deilda og stjórnsýslu. Og eftir það sem aflifir stefnutímabili, þá verða aðgerðirnar í gangi á hverju ári, þeim eru forgangsraðað í tímaröð og þær verða rýndar árlega og gerð grein fyrir framgangi stefnunnar. Rétt að lokum, þetta eru mælikvarðarnir, við leggjum mikla áherslu á að reyna að meta hversu vel gengur að framfylgja stefnunni. Þetta eru lykilmælikvarðar, það að segja fyrir stefnunni í heild sem kannski við eftir að sjá breytingu á helst í lok stefnutímabilsins. Undir flesta mælikvarða falla margir aðrir mælikvarðar og sumir eru algjörlega tilbúnir, aðrir verið að þróa og við munum eflaust þurfa að þróa sum að vera áfram með þeim sem sjá framkvæmd vissra aðgerða. Það var komið.